Sælöll, leikmenn og þjálfarar og velkomin í þessa algjörlega frábæru yfirferð. Hér ætlum við að kafa djúpt ofan í lengdramárin á bakvið stærstu fótboltaakademíur heims, eins og hina frægu La Masia og sjá hvernig þær skapa hreinræktaða fótboltatöfra á vellinum. Við ætlum sem sagt að skoða nákvæmlega hvernig allra bestu leikmenn í heimi hugsa leikinn og búa til pláss úr engu. Vindum okkur bara bind í þetta og sjáum hvað býr á baki. Svo stóra spurningin sem hlýtur að vakna einfaldlega þessi. Hvaðan koma þessi raunverulegu fótboltatöfrar eiginlega? Við höldum ofta að þetta snúist allt grimman hraða, sturluðu stökk eða að vera með algjöra fallbissu í fótunum, ekki satt. En hei, sannleikurinn miklu áhugaverðari. Málið nefnilega að besti leikmennu heims ekki bara með töfra í takkaskónum, heldur algjörlega í höfni. Þessi svokallaði leikskilningur, þessi hæfileiki til að lesa aðstæður upp á hár áður en þær gerast, það þeirra allra stærsta vopn. Það akkurat þetta sem skilur meistarana frá öllum heinum á vellinum. Þá það fyrsti kaflinn okkar sem heitir einfaldlega skönnun. Við ætlum að læra að sjá framtíðina, rétt eins og snillingurinn Luka Modric. Fyrsti stóri leyndardómurinn frá UEFA Elite og La Masia Akademíunni snýst einmitt þetta. En ok, hvar þessi skönnun nákvæmlega? Skilgreiningin í sjálfi sér sára einföld, þó hún geti alveg verið snúin í framkvæmd. Þetta snýst einfaldlega að athuga umhverfið stöðugt og sjá leikinn áður en boltinn yfirhöfuð mætir á svæðið. Hugsum okkur leikmann eins og Modric, spilandi undir sturluðu álagi á heimsmeistaramótinu. Hann sko alls ekki bara að glápa niður á boltan. Nei, alls ekki. Hann stöðugt að líta snöggt í kringum sig, trúið eða ekki, stundum alltaf þrisvar sinnum á hverri einustu sekundu í bullandi miðjuslag. Hann notar augun alveg gríðarlega mikið til að kynna sér landslagið áður en hann fær sendinguna. Og þetta gott fólk liður okkur beint að einni gífurlega mikilvægri tölu. Tölunni 1. En hvers vegna 1? Jú, málið það að með því að skanna svæðið og fylgjast svona vel með, þá tryggir klárleikmaður alltaf að hann sé slettri eini sekundu á undan varnarmanninum í hverju einasta skrefi. Þessi eina stutta sekunda, hún algjörlega lykilatriði. Hún bókstaflega munurinn á því að halda boltanum og missa hann. Sem kemur okkur á þessu frábæra fyrsta töfrahugtaki sem gott að leggja á minnið, sá sem veit hvað hann ætlar að gera áður en hann fær boltan alltaf eina sekundu á undan vörninni. Við í alvörun að tala ofurkraft hérna. Hugsið ykkur, ef leikmaður skannar stöðuna áður en boltinn kemur til hans, þá hann nú þegar búinn að teikna upp næstu hreyfingu inn í hausnum sínum og það áður en vörnin hefur höfð að átta sig á því sem í gangi. Maður fær þarna algjört forskot. Sem færa okkur beint í kafla 2, opna líkamann. Hér ætlum við að kíkja á hvernig við getum tvöfaldað plássið, nákvæmlega eins og Messi gerir svo vel. Þetta stórsniðilega töfrabrag færi athyglinna okkar yfir að móttökutekninni og hvernig líkamsstaðan gjörbreytir öllu leiða boltinn á leiðinni. Kjarninn hér nefnilega hugtaki fjarstæður fótur. Og hvað þýðir þetta eiginlega venjulegri íslensku? Jú, það þýðir einfaldlega að leikmaður tekur á móti boltanum með þeim fæti sem lengra í burtu frá samherjanum sem gaf sendinguna. En af hverju þetta svona stórt mál? Algjörlega til þess að halda þessari dýrmætu 180 gráðu sýn yfir völlin. Þegar mjaðmina opnaðar á þennan hátt, sér leikmaðurinn alla sóknina og bókstaflega allur völlurinn opnast fyrir framan hann. Þetta akkurat snilldin á bakvið það af hverju bestu leikmenn heims viljast alltaf eiga svona létt með að snúa og búa til eitthvað stórbrotið. Samanburðin eiginlega sláandi þegar hann skoðar nánar. Vinstra megin sjáum við nefna algeng mistök, eitthvað sem veldur alveg ótrúlega mörgum óþarfa boltatöpum og það að taka á móti boltanum með bakið beint í leikinn. Hvað gerist þá? Þá sér leikmanninn auðvitað bara eitt og það svitnandi andlitið á varnarmannin sem andar ofan í makkan á honum. Ekki beint óskastaðan. En hægra megin, sjáðu þið til, þar höfum við Messi aðferðina. Að taka á móti boltanum með opna líkamsstöðu og nota þennan umtalaða fjarstæða fót. Sjáu hvernig leikmaðurinn sér stærsta hluta vallarins framundan, allt í einni og sami mjöku hreyfingunni. Allir þessir frábærir valmöruleikar springa bókstaflega út samstundis. Og hér einmitt annað stóra töfrahugtakiki okkar. Opna líkamsstaða gefur leikmanni tvöfalt meiri tíma og pláss til að skapa eitthvað stórt. Í stuttumáli snýst þetta eina mjög áreiðanlega leið til að breyta mjög þröngri, stressandi og erfiðri stöðu í glæsilegt sóknartækifæri á 0-1. Tíminn á boltan lengist bókstaflega, völlurinn virðist allur stækka og þessi rosalega pressa, hún gúfar næstu 3 upp. Komin að kafla 3, þriðji maðurinn. Hér kíkjum við á leynihlaupið sem leikmenn eins og Mbappe svo frægir fyrir. Ok, nú við að horfa á líklega snjallasta og hættulegasta vopnið sem hættir að mæta með á fótboltavellin. Þetta var einmitt algjör líkil hjá til dæmis franska landsliðinu á heimsmeistaramótinu þegar þeir voru að galopna varnaranstæðingana allt.
En af hverju þetta svo kallaða leynihlaup þriðja mannsins svona banvænt vopn? Jú, það snýstum að nota leikskilningin til að draga alla athygli varnarinnar á einn stað á boltanum og nota svo tækifæri til að stiða á alveg frjálsan samherja sem kemur sprettandi upp úr þru. Sjáið til, varnarmenn eiga það nefnilega mjög oft til að fá algjöra rörsyn í hítanum í leiknum. Þeir gjörsamlega stara á gaurinn sem með boltan og svo þann sem lítur út fyrir að eiga að fá hann næst en þeir gleyma svo algjörlega að fylgjast með leikmanni númer 3. Það alltaf leikmaðurinn sem mætir og gerir uslæn. Það sem svo geggjað við akkurat þessa taktík hversu einfalt það að mæta bara á æfingu og negla hana. Hún byggir í raun bara á 2 afar skýrum skrefum. Skref 1. Spilaðu mjög stuttri sendingu milli 2 leikmanna, bara hreinlega til að gabba vornina nær boltanum og skapa glöfu. Skref 2. Svo boltanum þrætt hratt og beint inn í hlaupalið þriðja mannsins sem mætir þar á svakalegri ferð. Við erum að tala svo snildarlega einfalda og skilvirka vélfræði að hvaða 5. flokkur sem gæti hreinlega að rúla þessu upp á vellinu með smá auka samavingu. Svo að hér kemur þriðja og síðasta töfrahugtakið okkar fótboltagreind. Fótbolti snýst ekki að hlaupa mikið með boltan, heldur að láta boltan rata til þess sem frjáls. Þetta akkurat hinn raunverulegi kjarni í djúpum leikskilningi. Málið einfalt. Af hverju að þreyta sig endalaust á að reyna að sóla sig í getnum 4 varnarmenn því að það bara hægt að láta gáfulega sendingu vinna alla erfiðisvinnuna. Eins og spekingarnir segja stundum, boltinn svetnar ekki. Við færum okkur þá yfir í 4. og síðasta kaflan HM-gáttlistin okkar. 3 gugglareglur fyrir næstu æfingu. Til að taka þetta allt saman í ein mjög skýran og pottþéttan gátlista þá höfum við hér 3 reglur til að negla niður og muna vel þegar flautað verður til leiks á næsta æfingu eða leik. Númer 1. Skannaðu nákvæmlega eins og Modric. Venjum okkur á að líta alltaf í kringum okkur áður en boltinn mætir, verum vakandi og finnum plásli fljótt. Númer 2. Opnaðu líkamann eins og Messi. Munum að nota alltaf fjærstaðan fót til að taka á móti boltanum til að fá þessa fullkomnu yfirsýn. Og loksins númer 3. Fyndu þriðja mannin. Notum vel úthugsað samspil til að algjörlega gabba vörnina og spila samherja frían sem mætir á ferðinni úr opnu svæði. Að lokum stendur eftir ein mjög stór og spennandi spurning handa öllum sem að hlusta. Hvernig munu þessi nýju töfrað einlega breyta næsta leik á vellinum? Hugsum aðeins út í það, hvernig verður það næst þegar liðið mætur grimmilega á grasið og notar þessi einföldu en hrikalega öflugu heilabrott til að spila nákvæmlega eins og heimsmeistararnir gera. Sjáið fyrir ykkur hvernig ein lítil sekúnda til víbótar, aðeins opnari mjaðmir og beittara auga fyrir samherjum á hlaupinu mun algjörlega 100% gjörbreyta allir framistöðun á grasinu. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessari kröftugu yfirferð. Það verður svo sannarlega geggjað að sjá þessa töfrar lifna við út af fótboltavellinum hjá krukkunum.